Eignarhald Arion banka á þriðjungshlut í HB Granda brýtur ekki í bága við lög erlenda fjárfestingu. Efnahags- og viðskiptaráðuneytið telur að erlendir kröfuhafar Kaupþings séu í raun ekki eigendur Arion banka. Arion banki yfirtók snemma í október þriðjungshlut í HB Granda í tengslum við nauðarsamninga fjárfestingafélags Ólafs Ólafssonar, Kjalars, við kröfuhafa. Í kjölfarið fór sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið þess á leit við efnahags- og viðskiptaráðuneytið að það kannaði eignarhald HB Granda og hvort það samræmdist lögum erlendar fjárfestingar. Svar efnahags- og viðskiptaráðuneytisins eftir að hafa leitað álits Arion banka var á þá leið að ríkið eigi 13% í bankanum og eignarhaldsfélagið Kaupskil 87%. Kaupskil í eigu Kaupþings HF sem í raun þrotabú gamla Kaupþings. Þar ráði slitastjórn öllu en ekki erlendu kröfuhafarnir og þeir teljist því ekki eigendur Kaupþings samkvæmt lögum. Slitastjórnina skipa hins vegar 3 Íslendingar. Því sé Kaupþing undir íslenskum yfirráðum og þar af leiðandi líka Kaupskil og Arion banki. Efnahags- og viðskiptaráðuneytið tekur hins vegar fram að ef eignarhald Arion banka breytist þannig að lögum erlendar fjárfestingar eigi við, verði að tilkynna það til ráðuneytisins. Samkvæmt lögunum verða fiskvinnslufyrirtæki eða þeir sem eiga þau að vera undir yfirráðum Íslendinga og mega ekki vera í meira en 4. eigu útlendinga.